Góðan daginn og velkomin á bæjarstjórnarfund númer 554. Í dag 5. júní 2025 og klukkan 5. Mættur Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Forseti ætlar að byrja að lesa hérna minningarorð. Kristín Björk Jóhannsdóttir bæjarfulltrúi lést á gjörgæsludeild Landspítalans 27. maí síðastliðinn eftir erfiða baráttu við sjaldgæfan sjúkdóm. Kristín var á framboðslista í-lista fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar og tók sæti í velferðarnefnd. Hún var kennari eða mennt, fædd í Súgandafirði og búsett á Þingeyri. Kristín var okkur stoð og stytta, kom með góðar ábendingar, var virk í málefnastarfi í aðdraganda kosningar sem og í almennu baklandsstarfi þar til seint á síðasta ári þegar veikindin fór að þjaka hana. Kristín satt einn bæjarstjórnarfund sem var varafulltrúi. Útför Kristínar fyrir fram í Laugarneskirkju í Reykjavík 12. júní næstkomandi. Við langar að biðja bæjarfulltrúa að rísa úr sætum og minnast Kristínar með þögn sem við sendum jafnframt fjölskyldu hennar samúðarkveðjur. Takk fyrir. Þá erum við komin í fyrsta mál sem nefndamenn 2022-26. En það forseti bæjarstjórnar tillaga forseta að kosning forseta og varaforseta bæjarstjórnar samkvæmt 7. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarskup bæjarstjórnar. Tillagan sú að Steinunn Guðný Einarsdóttir verði kjörin forseti, Magnús Einar Magnússon verði fyrsti varaforseti og Kristján Þór Kristjánsson annar varaforseti. Orðið laust. Hafi engi beðið orðið þá megi gefa mig merki þegar þessu samþykk. Þetta samþykkt með öllum atkvæðum og þó ætla ég að færast inn í stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Var ekki ykkur athöfn? Þakka tröstið og held þá áfram með annar mál á dagskrá. Það eru nefndamenn 2022-2026 bæjarráð tillaga forseta kosningu 3 aðalfulltrúa og 3 varafulltrúa í bæjarráð til 1 árs samanber 27. grein samþykktar stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarskup bæjarstjórnar. Jafnframt tillaga forseta kosningu formanns og varaformanns bæjarráðs. Tillaga að Gylfi Ólafsson, Kristján Þór Kristjánsson og Jóhann Birkir Helgason verði kosin aðalfulltrúar, Nanný Guðmundsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir og Steinunn Guðný Einarsdóttir verði kosin varafulltrúar. Formaður verði Gylfi Ólafsson og varaformaður Kristján Þór Kristjánsson. Orðið laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá byrja þetta upp til atkvæði með gefandi merki sammála. Og ef þið eru á móti og Reit situr hjá og Þorbjörn situr hjá. Samþykkt með 8 atkvæði. Sagði það? Það er komin í 3. mál á dagskrá, það nefndamenn 2022-26, skipulags- og mannvirkjanefnd. Tillaga forseta að Jóhann Bæring Gunnarsson verði aðalfulltrúi B-lista Framsóknarflokks í skipulags- og mannvirkjanefnd í stað Jónu Símoníu Bjarnadóttir fulltrúa í-lista. Þá verði Gauti Geirsson varamaður B-lista í nefndinni í stað Valsríktis fulltrúa í-lista. Orðið laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá byrja þetta upp til atkvæða með gefandi merki. Já, og þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. mál, það eru nefndamenn 2022-26, umhverfis- og framkvæmdanefnd. Tillaga forseta að Þorvaldur Óli Ragnarsson verði aðalfulltrúi
D-lista Sjálfstæðisflokks í umhverfis- og framkvæmdanefnd í stað Þorbjörns Jóhannssonar fulltrúa I-lista. Þá er Dagný Finnbjörnsdóttir varamaður D-lista í stað Katrín Chambers fulltrúa I-lista. Ný varaformaður var Valur Richter í stað Þorbjörns Jóhannssonar. Og orðið er laust undir þessu liði. Enginn hefur beðið orðið og berið þetta upp til atkvæða með gemmerki. Og einhverju móti. Þá er þetta samþykkt með 8 atkvæðum og Þorbjörn situr hjá. Þá erum við komin í 5. mál. Fundi bæjarstjórnar 2022-2026 að sumarfrí 2025. Tillaga forseta að sumarleyfi bæjarstjórnar verði 2 mánuðir, júlí-ágúst 2025 og bæjarstjórn komið saman til fyrsta fundar að loknu sumarleyfi þann 4. september 2025. Meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur fer bæjarráð með fullnaðar ákvörðun mála samkvæmt 8. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Orðið er laust undir þessu lið og berið þetta upp til að atkvæða og þetta er samþykkt samhljóða. Það var 7. máldagskrá fundi bæjarstjórnar 2022-2026, fundadagskrá veturinn 25-26 til að forseta að dagsetningu bæjarstjórnar funda september 2025 til og með júní 2026 samkvæmt minnisblaði Bryndísar Óskar Jónsdóttir sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs dagsett 13. maí 2025. Orðið er laust. Þá berið þetta upp til atkvæða. Og þetta er samþykkt samhljóða. Afsakið. Þá erum við komin í 7. mál. Beiðni gjaldfrjálsa tíma í íþróttamiðstöð Flateyri. Tillaga frá 23. fundi skóla íþrótta og tómstundanefndar sem haldinn var 21. maí 2025. Að bæjarstjórn samþykki samning Ísafjarðarbæjar við lýðskólann á Flateyri að skólinn verði styrktur afnot af íþróttahúsinu á Flateyri sem nemi 2 tímum á viku þá mánuði sem skólinn er starfræktur. Orðið er laust undir þessu lið og berið þetta upp til samþykktar og samþykkt samhljóða. Þá erum við 8. mál, reglur Ísafjarðarbæjar tekjutengingu afsláttar af leikskólagjöldum. Tillaga frá 23. fundi skóla íþrótta og tómstundanefndar sem haldið var 23. maí 2025 að bæjarstjórn samþykki breytingar á 2. grein reglna Ísafjarðarbæjar tekjutengingu afsláttar af leikskólagjöldum þannig að hún hljóði svo. Foreldrar og forráðamenn með mánaðartekjur á alltaf 795.000 eða árslaun 0 til 9.540.000. Einhver sem vill taka til máls til þessi liði. Þá er þetta borið upp til samþyktar með gemmerki og samþykkt samhljóða. 9. mál, úthlutun tíma í íþróttamannvirkjum 2025, úthlutun reglur styrkveitingu og úthlutun tíma í íþróttamannvirkjum og íþróttasvæðum Ísafjarðarbæjar til íþróttafélaga og almennings. Tillaga frá 1328. fundi bæjarráðs sem haldið var 2. júní 2025 í kjölfar samþykktar skóla íþrótta og tómstundanefndar á 23. fundi sínum 21. maí 2025 að bæjarstjórn samþykki nýjar úthlutunarreglur styrkveitingu og úthlutun tíma í íþróttamannvirkjum og íþróttasvæðum Ísafjarðarbæjar til íþróttafélaga og almennings. Og orðið er laust undir þessum lið. Rám. Já, Nanni er beðið orðið. Gjör svo vel. Forseti, ég óskar til hamingju með starfi og þakka fráfarandi forseta fyrir góða fundarstjórn með þessu. Aðrir bæjarfulltrúar og gestir á fundi íþróttar og tómstundanefndar var tekið fyrir þessar nýju reglur úthlutun tíma í íþróttahúsum og á íþróttasvæðum Ísafjarðarbæjar. Það kemur til vegna þess að nýja reglur voru settar á síðasta ári sem að strax við úthlutun íþróttatíma sýndu sig að voru kannski ekki nógu gegnsæjar og nógu góðar fyrir úthlutunina sjálfa, markmið þeirra og þess að
veita íþróttafélögum jöfn tækifæri til að stunda sínar íþróttir í íþróttahúsum sveitarfélagsins. Við fengum beiðni frá stjórn HSVF að endurskoða þessar reglur og við höfum verið að gera það núna í vetur. Að endingu þá fórum við og skoðum reglur í nokkrum sveitarfélögum og þessar reglur eru mjög sambærilegar þeim reglum sem eru notaðar hjá Akureyrarbæ. Við höfðum samband við þau, þetta eru reglur sem eru búin að vera í gildi hjá þeim í 3 ár. Við höfðum samband við íþróttafulltrúan þar og hann sagði að þetta væri bara gengið mjög vel og væri að koma mjög vel út. Allir fengið þá tíma sem þeir þyrftu. Og það væri almenn ánægja með jafnræði sem gildi í reglunum. Þannig að við ætlum að leggja til að þessar reglur verði samþykktar og við munum vinna eftir þeim við úthlutun íþróttatíma á þessu ári. Við munum að sjálfsögðu vera í góðu og þéttu samtali við stjórn HSVF hvernig þetta gengur og erum alltaf tilbúin til þess að endurskoða ef það þarf að laga eitthvað því það sannarlega 4.000 manna sveitafélag ekki burðugt að íþróttamannvirkjum eins og 20.000 manna sveitafélag en við ætlum allavega að byrja á þessu og vonum að þetta gangi bara mjög vel fyrir alla. Takk, Nanný. Eitthvað fleiri sem vilja taka sér til máls? Kristján er börðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar, gestir, af því að Ísafjarðarbær vill endilega vera grúski í þessu sjálfur en ekki bara útluta tímum til íþróttahreyfinganna og leyfa þeim að rífast þetta sjálfur, þá held ég að sé samt ágætt að búa til góða reglur það og þetta að mörgu leyti ágætisreglur. Ég gerði athugasemd í bæjarráði, þetta svo sem engar stóra breytingar, mér hefði fundist eðlilegt að því að grunn- og framhaldsskólar hafa rétt á forgangi notkun mannvirkja á skólatímum, þá menntaskólinn yfirleitt til 4 á daginn, grunnskólinn stundum til 3:30, að það væri í þessum reglum ykkur skonar takmarkanir að þetta gildi til 2 eða annað slíkt og eins væri ágætt að flýta kannski ákvörðun og framtíð þess hvað við ætlum að gera við íþróttaskólan eftir að hann heitir ekki íþróttaskóla HSVF lengur eins og hann upprunalega stofnaður heldur Ísafjarðarbær farin að stunda hér að vera með íþróttaskóla sem líka ákvörðuleiti furðulegt að mínu mati en svo ætla ég þá bara að minna á mikilvægi þess og sem var ágætt við fengum út fiskeldissjóði upphitun undir og vonandi fer það í gang einhvern veginn upphitun undir knattspyrnuvelli því að það algjört lykilatriði til þess að verði friður og nóga tímum fyrir allar íþróttir því að það hefur verið mikil vöxtur í mörgum greinum að knattspyrnan sé ennþá með elstu flokkana bara úti. Það hefur gengið ágætlega undanfarna vetur og það bætir töluvert í tíma inn í íþróttamannvirkjum innandyra ef það gert og þá minni ég þá bara á að setja á áætlun þá lýsingu á völlin líka því að það ekki nóg að hita völlin á veturna því að þá hann bara rétt hægt að hafa hann opinn frá 1 til 3 yfir háveturinn. Takk Kristján, en fleiri sem vilja taka þetta til máls undir þessu lið. Svo ekki, þá byrja þetta til atkvæða. Við gefum merkið eða þeir eru samþykk. Og þetta samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 10. mál. Það eru Stekkjarlæksbakkar nýtt deiliskipulag, það er hótel í Dýrafirði. Til frá 650. öðrum fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem haldinn var 22. maí 2025 að bæjarstjórn samþykki nýtt deiliskipulag Stekkjarlæksbakka dagsett 27. apríl 2025 í samræmi við 40. og aðra grein skipulagslaga nr. 123 síðan 2010. Einhver sem vil taka til máls undir þessu lið? Svo ekki það var þetta lagt fram til samþykktar með ekki merkið eru samþykkar. Og þetta er samþykkt samhljóða. 11. mál, lóðir í Dagverðardal, Ísafjarði, frístundalóðir, húsalóðir og spennistöð til að frá 650. öðrum fundi skipulags- og mannvirkjanefndar sem haldið var 22. maí 2025 að bæjarstjórn samþykkja heimila stofnun lóða samkvæmt nýju deiliskipulagi í Dagverðardal undir frístundahús. Nefndin óskar eftir tillögum almennings að nýjum götuheitum í frístundabyggð F21. Eitthvað svo vilti taka til máls, en að nýja beðið var það ekki svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það þarf sérst að stofna lóðir undir þau hús sem að fyrirhuga að byggja í
þessari frístundabyggð sveitafélagsins. En til þess að það sé hægt að stofna lóðir þá verður að vera nöfn á götum, þannig að það sé hægt að stofna lóðir við götur. Og það hefði farist fyrir að setja nöfn á göturnar í þessu hverfi. Þannig okkur þótti bara tilhærandi að kalla eftir hugmyndum frá íbúum. Við erum ekki svo sem er kennileiti þarna upp í Dagverðardal alveg á hreinu, það getur vel verið að það séu einhverjir íbúar sem eru með mjög góðar hugmyndir hvað göturnar ætti að heita. Ég man eftir þegar hverfi innan Bónus var stofnað, þá vorum við komið með nöfn sem að vísuðu meira til Akureyrar heldur en kannski okkar svæðis, eins og með Lundarhverfi sem er kannski ekki alveg það sem er í tengslum við örnefni hér á svæðinu. Þannig að þetta er tillagan okkar til þess að sé hægt að stofna lóðir, að þá þarf að hafa nöfn á götum og að auglýsa eftir hugmyndum frá íbúum götuheiti. Fyrir sem vilja taka til máls, svo ekki, þá ber ég þetta upp til samþyktar með gemmerkið samþykkt og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundagerð til kynningar, 12. mál dagskrá, bæjaráð 1326, lögð fram til kynningarfundargerð 1327. fundar bæjaráðs en fundur var haldinn 19. maí 2025. Fundagerðin er í 13 liðum, orðið laust. Og Jóhann Birkir beðum orðið, ekki svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætla bara að vekja athygli á þriðja lið sem heitir þetta Mjólkárlína 2, kæra framkvæmda leyfis til UA, eða semst úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Við hafa lagt fram til kynningar tölvupóstur, þannig að þessari kæru var vísa frá nefndinni. Þannig að ég vildi nú bara láta vita því að því að það var nú ekki komið á þessum tíma, það var ekki búið vísinni frá því að þessi fundur var 19. maí. Þannig að ég vildi nú bara láta vita af því að ánægilegt að svo hafi við farið. Fleiri sem vilja taka til máls þessu lið. Svo ekki, þá þetta lagt fram til kynningar. Það var 13. mál bæjaráð 1327 lagði fram til kynningar fundagerð 1327. fundi bæjaráðs en fundi var haldinn 27. maí 2025. Fundagerðin er í 10 liðum. Orðið er laust og Gylfi beðið orðið. Já, forseti, til hamingju með embættið og þakka Magnús fyrir góð störf í þessu embætti. Ég vildi vekja athygli á þriðja lið í þessari fundagerð. Þarna vorum við að leggja fram skýrslu sem að skrifuð var af Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri að beiðni ráðuneytisins vegna vatnsaflsvirkjunar í friðlandinu í Vatnsfirði, og þessi skýrsla hefur það sem sinn útgangspunkt að ekki sé búið að fullkanna alla aðra orkukosti á Vestfjörðum. Virðist ekki taka almennilega tillit til þess að þessi kostur hefur fjölmarga kosti yfir aðra möguleika sem hafa verið til skoðunar. Aðri möguleika sem hafa verið til skoðunar og eru til dæmis í draugum að 5. ramma hafa verið settir inn þarna að því að virðist sem með því opinbera leyndamáli að orkubúið til dæmis hafi engar áætlanir að virkja. Heldur sé að nota þetta sem skiptimyndin í umræðu vatnsdal eða bara einhvern veginn til þess að tryggja sér þetta með einhverjum hætti. Hvalárvirkjun er undir virkjunarleyfishafanum komið og samningum við Landsnet. Við höfum verið að gera athugasemdir við það til dæmis að það er gert ráð fyrir 7 milljarða króna kerfisframlagi sem að í nýjustu kerfisáætlun Landsnets, 7 milljarðar sem að Hvalárvirkjun þarf að borga vegna þess að það er ekki rafmagnsinnviðir á ströndum til þess að taka við rafmagninu.
Á sama tíma er verið að tvöfalda Holtavörðulínu og gera ýmiss konar aðrar betrumbætur á rafmagnskerfinu á þess að kerfisframlag komi til vegna þess að þar er nú þegar búið að leggja línunar. Þannig að við fáum eiginlega tvöfalda skömm eða tvöfald neikvæð áhrif. Við erum ekki með línunar og þegar það er svo að byggja að þá þarf að borga fyrir þær sem að getur tafið verkefnin sérstaklega mikið. Í öllu falli, niðurstaða þessarar skýrslu er að þetta sé ekki heppilegt einmitt á þessum grundvelli að það sé ekki búið að fullkanna aðra kosti og þetta geti orðið örðugt í meðförum opinbera aðila og geti sett slæmt fordæmi fyrir friðlýsingu á öðrum svæðum eða friðlýst önnur svæði. Ég held hins vegar að þessi sjónarmið geti slegið í akkurat í hinn áttina og við sjáum það raunar að þegar að kemur að skipulagsmálum, umsagnarmálum, samráðsmálum við friðun, þá mætir það mjög mikilli mótstöðu. Þjóðgarðar og friðlönd hafa ekki náð fram að ganga, oftar en ekki hafa þau ekki náð fram að ganga á síðustu árum og áratugum vegna þess að þeir sem að hafa þetta að segja þora ekki að friða landeigendur, vilja ekki að landið þeirra séu friðuð eða þeim sé breytt með einhverjum hætti vegna þess að þá sé verið með óafturkræfum hætti að loka á kosti sem að kunna að vera skynsamlegir þegar á öll sjónarmiði litið. Það er ekki búið að stækka Hornstrandir síðan 74, það er 50 ár síðan að það var. Það er búið að reyna nokkur sinnum að reyna að stækka hana við Drangajökul eða breyta friðlýsingaskilmálum Hornstranda, það hefur ekki verið gert. Það átti að búa til risastóran þjóðgarð einmitt þarna á Látrabjargi. Þeir fóru tilbaka með það, breyttu því pínu lítið friðland á hluta bjargsins. Það átti að fara með þjóðgarð í Vatnsfjörð, það var stoppað út af þessu. Þannig að ég held að þessi rök sem að þarna eru lögð fram það að þetta sé slæmt fordæmi að gera breytingar á friðlýsingaskilmálum eftir að búið er að friða, að það muni býta þau það býti friðunar umræðuna algjörlega í skottið eða í rassinn frekar. Þetta er aðdragandi að því að lesa hérna upp þessa bókun sem að við lögðum fram á þessum fundi, þess sem að við sögðum á meðan aðri virkjanakostir hafa ekki raungerst og ýmsar hindranir eru óyfirstignar telur bæjarráð enn tilefni til að skoða áfram virkjun í Vatnsfirði. Það væri því óráð að taka nokkra þá ákvörðun sem staðið gæti í vegi fyrir því að virkjanakosturinn er tekin upp í umfjöllun rammaáætlunar. Og þetta er náttúrulega sagt í því samhengi að hér er til umfjöllunar og undirbúnings svæðisskipulag og við teljum, eða ég tel og bæjarráðið sammála því að það væri ekki gott að setja í svæðisskipulagið skilmála sem að yrðu til trafala ef að vindar blésu með öðrum hætti í því sveitarfélagi þar sem að skipulagsvaldið liggur. Takk, Gylfi, eru fleiri sem að vilja taka til máls þessu liði? Það var þetta lagt fram til kynningar og komin á 14. liði, það er bæjarráð 1328, það ekki, lögðu fram til kynningar fundagerð 1328. Funda bæjarráð sem fundur var haldinn 2. júní 2025. Fundagerðin er 8 liðum og orðið laust og Nanni, ég ætla svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég man ekki hvaða liður þetta er, en þetta er hérna uppbygging á skíðasvæðinu sem að 4. Já, lið 4. Þetta fór inn í bæjarráð og ég ætlaði bara að segja ykkur smá framhaldssögu. Þetta fór sér inn í bæjarráð mánudaginn og það sem tekið var vel í minnisblað frá forstöðumanni skíðasvæðinsins og hugmyndir skóla íþrótta- og tómstundanefndar uppbyggingu á skíðasvæðinu. Við fengum svo aftur inn í nefndina þar sem frekari hugmyndir þar sem var aðeins búið að skerpa á þessu minnisblaði. Það var fundur hjá skóla íþrótta- og tómstundanefnd í gær þar sem við rauninni bárum bara áfram þær umræður sem voru á fundinum í bæjarráði og það liggur það fyrir næsta fund íþrótta- og tómstundanefndar sem er 18. júní, ekki janúar, júní, að taka fyrir áfangaskiptingu og kostnaðarmetna áfangaskiptingu frá
forstöðumanni og væntanlega mun liggja þá fyrir einhvers konar drauga viðauka sem að við munum senda það áfram inn í bæjarstjórn. Þá erum við aðalega að horfa á uppbyggingu eða að það verði klárað að endurnýja rafbúnaðinn fyrir svæðið. Það sem hann ætlaði hvort sem að fara í það verkefni núna í sumar fyrir það sem við kallum byrjendaliftu. En það eru hafa verið miklar bilanir í miðfellsliftu og þar allt orðið frekar gamalt og lúið. Bara svona ein saga var að þegar starfsmaður í lyftuskúr steig of mikið til hægri þá datt lyftan út og þannig að það þarf að endurnýja það svæði líka og fyrst það á annað borð verið að fara í rafmagn að þá bara fannst okkur bæði hér í bæjaráði og nefndinni eðlilegast að það er allt klárað en það var ekki gert ráð fyrir því áætlun þannig að væntanlega munum við leggja fyrir viðauka eða óskum að það verði samþykktu viðauki að þetta verði klárað. Við ætlum svo að taka þessar tillögur sem að voru ræddar á fundi bæjarráðs og restina minnisblæðinu hans forstöðumannsins og ræða því svolítið inn í fjárhagsáætlun næsta árs og þá framkvæmda áætlun næstu 3 ára. Takk. Takk Nanný. Kristján beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestur. Ég held að segja að þetta vara flesta við því að taka á mörg skref til hægri eða vinstri. Það er ágætt að vera bara í jafnvægi á miðjunni hvar sem þú stendur en það er önnur saga. En Nanný tók hann kannski fram og ég held að séu fáar sem átti að segja á því að nú er þetta skíðasvæðið og eldra heldur en fyrra skíðasvæðið þegar það fór í snjóflóði. Og allir sem hugsa það átti að segja á því hvað eru orðnir ógeðslega gamlir þegar átti að segja á því. En ég vil bara þakka Ragnar fyrir að hafa komið með, þetta var mjög greinagóð skýrsla sem hann kom með og mjög jafnvel raunhæfi möguleika til næstu 5 ára að virkilega fara í einhver uppbygging á svæðinu svo að sé að hafa það opið lengur. Það hafa verið gerðið margar skýrslur, það var gerðið ein stór skýrsla á síðasta kjörtímabili, það voru allavega haldnir 2 fundir eftir það svona hvað er svo mögulega hægt að gera og auðvitað voru allar skoðanir þar og ekkert allir sammála það sama en það er bara þannig, ég held að séu fleiri en ég þó ég hef nú aldrei verið mikill keppnismaður, aldrei keppnismaður á skíðum sem sakna þess bara þessi fjölskyldu sports sem skíði og þegar dalurinn var Seljalandsdalur tróðfullur af fólki allar helgar og daga að þetta er líka bara gott fyrir samfélagið, gott fyrir börnin okkar og gott fyrir alltaf að vera með gott og lifandi skíðasvæði og það er líka bara þannig að í dag er vonlaust fyrir Ísafjarðarbæ eða aðra að markaðssetja skíðasvæði einhverju leyti því að opnunardagar geta verið frá 100 og niður í 30 og það er engin leið að markaðssetja að vera viss opnun án þess að við ætlum að annarkvæmt að færa svæðið ofar samkvæmt tillögum sem virðist vera mun lengra og erfiðara verkefni með samninga við vegagerðina, breyting á vegum, lengja veginn upp á Seljalandsdal, upp á, þetta er ekki Hábrún og annars líkt, að þarna eru raunhæfir möguleikar að kaupa lyftu, nota erlendis og færa með hana úr barnasvæðinu og upp í miðfell og nota þá Dalsbotnabrekkuna líka sem alvöru brekku sem er frábær brekka eftir byrjandabrekku fyrir þá sem eru að koma sér að stað á skíði og þetta eru cirka 250 milljónir sem hann er búin að reikna þetta út á viðhald að gera við nú er þetta búin að kaupa þessa lyftu og snjóframleiðslukerfi til næstu 5 ára og ég held við ættum í alvörun að fara að skoða þetta því að á sama tíma og eftir 5 ára vonandi fyrr eru brýrnar komnar í Gufudalssveitina og þar annars líkt og við erum alveg á pari með vegalengdir frá Akureyri og getum alveg verið samkeppnisaf Akureyri með því að markaðssetja okkur sem skíðabæ og ná fólki hérna inni við vetrartíman og gera túrista úr þessu annars líkt. Þannig að ég held við ættum bara að gera alveg að hætta að tala þetta og fara eitthvað í alveg að hugsa að framkvæma þarna. Ragnar er búinn að standa sér mjög vel og hafði eiginlega miklu fleiri opnunda í vetur heldur en mögulegt var og nýta krafta hans og það sem er í gangi núna. Takk. Takk fyrir Kristján. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Sigríður Júlía. Já, forseti, til hamingju með nýja embættið og takk Magnús fyrir þitt framlag í starfi forseta.
Ég ætla að taka til málsina undir lið 6 sem það var sem sagt lagt fram hérna til kynningar erindi frá Lilju Hrönn Önnudóttir frá atvinnuvegaráðuneyti úthlutanir úr fiskeldissjóð. Og það var þannig að Ísafjarðarbær sótti í 5 verkefni og við fengum styrki í 2 og það voru verkefni sem að voru, ég ætla að hafa þetta hérna allt rétt, slökkvistöðarverkefni. Við fengum tæplega 45 milljónir í það verkefni sem að við höfum nú þegar áætlað 100 milljónir á árinu í hönnun og undirbúning á byggingu og síðan fengum við tæplega 32 milljónir í Torfnes, upphitun aðalvallar, varmadæluverkefni. Þau verkefni sem við fengum ekki hins vegar styrki og það var til dæmis félagsheimili á Þingeyri, endurbætur, það var jarðgerðarstöð í Ísafjarðarbæ og endurbætur í Sundhöll Ísafjarðar. Þegar þetta erindi barst frá fiskeldissjóði að þá óskaði ég eftir rökstuðningi fyrir þessari úthlutun. Það voru samtals 76 milljónir sem kom í okkar hlut en í heildina voru þetta 465 milljónir sem voru til úthlutunar en umsóknina sem bárust sjóðnum voru alls 30 og að fjárhæð samtals 1,7 milljarður. Það sem að kom fram í rökstuðningi og hann var bara að berast mér núna rétt áðan og hann verður lagður fyrir næsta bæjarráð. En mér langaði samt til þess að upplýsa ykkur það að mati sjóðsins að þá samrýndist verkefni jarðgerðarstöð á Ísafirði nokkuð vel að áherslu þáttum sjóðsins og þess vegna ég mjög hissa að við skildum ekki hafa fengið þetta en hins vegar verkefni sem fólu í sér meira viðhald og endurbætur frekar en innviða uppbygging að þau fengu ekki brautagengi í ár. Það var bara ástæðan. Að það sem við vorum að ræða endurbætur að það var ekki. Það þeirra rökstuðningur. En þið fáið þetta sent og þetta verður lagt formulega fyrir bæjarráð á næsta fundi bæjarráðs. Ég vildi bara gera grein fyrir þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigríður. Og fleiri sem vilja taka til máls, Gylfi, beðum orðið. Já, þakka þér fyrir forseti, bæjarfulltrúar og engin gestur. Nanni, takk fyrir að ljá máls á skíðasvæðis málanum öllum saman. Ég sammála þessu, ég heldur við ættum að fara þessa leið og vinna þetta í öruggum en góðum skrefum. Ég mjög ánægður með að það hafi fengið brautagengi að við getum lyft aðeins upp Tungudalnum sem neðri Tungudalsbotninum sem skíðagöngusvæði og það eru fyrirætlanir eða golfklúbburinn hefur hugmyndir að gera ýmsar breytingar hjá sér. Þau eru til dæmis með golfskálan sinna á snjóflóðahættusvæði sem ekki gott til framhalds. Það væri hægt að samnýta það, finna því góðan stað í samhengi við finna því stað í samhengi við nú veit ég ekki hverju þið eru að hlæja. Ég ætla að treysta því að það sé ekki að mér. Það verða að vinna nýtt deiliskipulag fyrir Tungukverfi og þar mætti hugsa sér einhvern golfskála nýjan sem væri kannski hús fyrir skíðagöngu sem náttúrulega og fyrirsjáanlega ekki rosalega margir dagar á ári. En þeir dagar eru verðmætir vegna þess að þá koma trimmararnir, þá koma nýgræðingarnir og ömmarnir og afarnir. Og þannig að Ragnar ætlar að skoða hvort það sé einhvers staðar brúarstæði, einhver brúarlausn, jafnvel samnýting á fyrirliggjandi brúm eða svo framvegis sem að þurfa þá að vera tróðara tækar.
sem að nýtast á kannski golfvellinum eða einhverju annari útivist á sumrin. En ég vil svo halda áfram að tala skíðagönguna almennt og ég vil ekki að það trufli þetta verkefni sem að hér fyrirliggjandi. Ég hins vegar bara bendi á að langstærsti skíðaviðburður sem að haldinn á Íslandi í skíðagöngu og hann haldinn á Ísafirði. Ég vil benda á að opnunardagarnir á Seljalandsdal voru tvöfalt fleiri heldur en opnunardagarnir á Tungudal, þannig að allar framkvæmdir, öll innviða uppbygging, öll fjárfesting sem að fyrir skíðagöngu, hún nýtist betur að því leitinu til, allavega lengur yfir árið og sérstaklega þegar kemur að tróðurum að þá getur einn tróðari sem keyptur sérstaklega fyrir skíðasvæðið, fyrir skíðagöngu, hann losar tróðara fyrir hitt svæðið. Þannig að ég held að við ættum að, ég skil að það þarf að vera eitthvað fókus í þessu og fókusin á þessu á Alpasvæðinni í Tungudal. Ég held hins vegar að það séu gríðarleg tækifæri í að gera þetta að skíðabæ líka sérstaklega fyrir skíðagöngu og halda áfram að hamra það járn sem að hefur mikil tækifæri. Og það sem við höfum mjög gott vörumerki nú þegar. Takk fyrir Gylfi, við erum ennþá eftir máli 14 og Kristján hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, ein af hugmyndum Ragnars að koma með snjóframleiðslukerfi til þess að fjölga dögum á Tungudal. Þar þurfum við virkilega að gera því að það svæðið bara lágt. Á Dalvík hafa opið töluvert meira vegna þess svæðis, þannig að af hverju ekki að framleiða þar snjó og ná 154 dögum þar eins og upp frá, þá erum við ennþá betur sett. Takk. Takk Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu leið? Svo ekki, þá þetta lagt fram til kynningar. Þá erum við komin á 15. mál á dagskrá, það framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða. Lögð fram fundekir 7. fundar framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða sem var haldinn 27. maí 2025. Fundagerðin í 3 liðum, orðið laust undir þessum lið. Það engin beðið orðið, svo þetta lagt fram til kynningar. Þá erum við á máli 16. hafnastjórn. Lögð fram fundagerð 260. og annars fundar hafnastjórnar sem var haldinn 28. maí 2025. Fundagerðin í 5 liðum, orðið laust. Jóhann Birkir beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilherendur. Ég kem hérna upp til þess að upplýsa þá sem að sitja heima og eru að hlusta. En ég tók saman hérna, ég man nú ekki númer hvað minnisblað Vegagerðarinnar á lista hafnarstjórnar. Það samgönguáætlun? Þetta númer, 3. liður á dagskrá hafnarstjórnar. Ég tók svona saman þessa liði, þetta í 9 liðum og þetta áætlaður kostnaður við þessa framkvæmdir 2600 milljónir. Þannig að þó svo að höfnin sé búin að vera að fjárfesta svo engi sem morgundagurinn undanfarin ár, þá erum við rétt að byrja, þetta virðist vera endalaust. En svona fyrir fólk, þrátt fyrir að þetta sé 2600 milljónir, þá styrkur á móti frá Hafnabótasjóði sem svona almennt 60% en getur verið 75% og eflaust einhverjar dýpkanir sem fara enn meira 80%. En hvað það? En það hafnsjóðbátur 600 milljónir króna. Þingari, og ef að þingaringar að hlusta á besti afsökunar á því að ég held ég hafi sagt ósatt á fundunum á Þingari daginn að ég held að verkið ætti að hefjast í ár með kaupi á stálþili, en það hefur dregist í samgönguáætlun og þess vegna dregst þetta í okkur, en það gert ráð fyrir að verkið hefjist 27 en áætlaður kostnaður við það 450 milljónir. Suðureyri, það nú aðeins
komið á stað í ár og það á að eiga að vera konur í flótbyrgju 26. Innsiglingarennan okkar fræga, hún er hérna bara á dagskrá og svo kemur Flateyri, lagahöfnina þar sem er að sökkva og við þurfum því miður að greiða einhvern hluta af því og svo kemur blessaði Sundabakkin okkar, hann seig og það er nú áætlað að það kosti ykkur 60 milljónur lagan. Við þurfum því miður að greiða eitthvað í þessu og sem sagt ég veit svo sem ekki alveg ástæðuna fyrir þessu en það eru nú nokkrar held ég og ég ætla nú ekki að fara byggja gapastokk hérna. Svo kemur Sundabakkin, það er sem sagt að lengja hann annars vegar meðfram grjótverðinni núna og lengja núverandi langa kant og hins vegar Sundabakkan þar sem að Hraðstöðs Gunnvör er væntanlega að fara þarna nýrtir. Og svo að lokum er þetta að lengja Mávagarð svo að sé þetta taka við stærri skipum. Þannig að samtals er þetta 2600 milljónir og þannig að okkar hlutur gæti þá verið einhver 40% af þessu, 35-40%. Fleira var það nú ekki. Takk fyrir þetta. Við erum þá en það er 16. lið, orðið er laust. Gylfi beðum orðið. Já, fundarstjóri, forseti heitir og bæjarfulltrúar. Takk fyrir þessa samantekt, Jóhann. Af þessum liðum sem að þú taldir saman, 2,6 milljarðar, sagðiru, er stór hluti þeirra í 1,2 milljarðar eru í liðum 7-9 og sko 8. liður er náttúrulega vegna þessarar færslu á höfuðstöðum Hraðfrystihússins sem að við getum sagt að sé eðlilegt og skynsamlegt að því sé fylgt eftir en kannski sérstaklega spurningamerkið við lið 7 lengingu og endurbyggingu Sundabakka þannig að það geti tekið á móti enn stærri og enn fleiri stórum skipum og ég velti fyrir mig hvort að þetta sé bara í samræmi við þessa stefnu sem við höfum sett okkur sem höfn að geta tekið á móti norður fyrir 10.000 farþegum eða hvað nú er sem að ráðgert er að taka við eða hvort að hugmyndin sé að geta tekið á móti skemmtiferðaskipi og gámaskipi á sama tíma eða hver pælingin sé. En þetta kannski skiptir ekki öllu máli, þetta er ekki á næsta ári eða þar næsta ári einu sinni, en það væri gaman að sjá hvernig þetta samrýmist þeirri stefnu. Takk fyrir þetta Gylfi. Orðið er ennþá ljóst. Jóhann Birkir. Já, einmitt. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Já, bara til að svara þessari vangaveltum Gylfa, þá er það einmitt málið að lengja hafnarkantinn til vestur sem 100 metra. Þar er gert ráð fyrir samkvæmt skipulagi gámasvæði. Þar í nágrenninu hefur Eimskip fengið úthlutað lóð og það er sem sagt hugmyndin að geta tekið á móti gámaskipi á sama tíma og skemmtiferðaskip liggja inni og það er nú kannski svona megin hugsunin í þessu þegar við erum með uppundi 200 skipakomur og þá erum við sem sagt að loka hafnarkantinum fyrir gámaskipum. Takk fyrir þetta. Orðið er laust. Ekki fleiri beðum orðið þannig þetta er lagt fram til kynningar. Það var komin 17. mál, það er nefnd byggingu slökkvistöðar í Skuttsfirði, lögð fram fundegið nr. 1,
fundar byggingu slökkvistöðvar í Skuttsfirði sem var haldin 16. maí 2025. Fundargerðin í tveimliðum. Orðið lust undir þessu fundargerð. Enginn beðið orðum með það þetta lagt til framtíðkynningar. Og komin í 18. mál, skipulags- og mannvirkjanefnd 652, lögð fram til kynningar fundargerð 650. annars fundar skipulags- og mannvirkjanefndarinn. Fundur var haldinn 22. maí 2025. Orðið lust til þessari fundargerð og annars þetta lagt þá fram til kynningar, enginn beðið orðið. Og 19. mál, þá skóla íþrótt og tómstundanefnd, lögð fram fundargerð 2003. fundar skóla íþrótt og tómstundanefnda frá 21. maí 2025. Fundargerðin er 9 liðum. Orðið laust undir þessari fundargerð og Nanni beðið orðið. Gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla að tala hérna undir hlið 4 í þessari fundargerð. Staða leikskólamála skólaárið, það er reynd að skrifa hérna skólaárið 24-25. Ég myndi segja að við værum frekar að meina 25-26. Því að í upphafi vikunar þá bárust foreldrum 5 ára barna í sveitafélaginu og verðandi 5 ára barna bréf þess efnis að vegna skorts á kennurum á Tanga 5 ára deildin okkar þá væri sá möguleiki uppi að það tækist ekki að færa öll 5 ára börn úr leikskólanum sínum á Sólborg og Eyrarskjóli niður í Tanga og þar af leiðandi fengu einnig foreldrar barna sem eru að hefja skólagöngu sínu í leikskólum bréf að innganga þeirra í skólana gæti senkað vegna þess að ekki öll eldri börnin færu út af leikskólanum. Eins og staðan er núna þá getur Tangi tekið með við mönnun sem þar þá getur Tangi tekið á móti 32 skólabörn, 5 ára börnum. Það vantar 4 starfsmenn á Tanga og það þýðir að í hvorum leikskóla fyrir sig verða 5 til 6 börn, 5 ára börn eftir. Á fundi nefndarinnar núna í vikunni þá fengum við skólastjóra Tanga til okkar til þess að ræða málin. Það eru allir á fullu að reyna að verða sér út kennara. Það er búið að hringja í fólk og auglýsa. Ég hvet ykkur til þess að pósta auglýsingum líka og Tangi er frábær skóli. Fékk ég vetur viðurkenningu kennarasambandsins frumkvöðlastarf í tengslum við útikennslu. En það er ekki þannig að það vanti pláss, að það er plássleys á Tanga, heldur vantar okkur starfsmenn til þess að geta farið í þessa yfirferðslu. Og ég veit að á sínum tíma þegar 5 ára deildin var opnað á Tanga þá áttuðum okkur á því að þetta vandamál gæti nákvæmlega skapast. En að okkur vantaði kennara, en það er líka hlutir sem við höfum rætt mörgu sinnum, en ég held að sé ekki löglegt að það er að ef við verðum að ráða kennar í starfsstöð, þannig að þegar eins og síðast árið þegar við vorum með of fá börn með við mönnum þá þurftum að segja upp starfsfólki í staðin fyrir að við getum haft þetta einhvern veginn svona fljótandi og séum ekki að missa frá okkur gott fólk að því að það eru þá færri börn. Þannig að núna erum við í þeirri stöðu að við erum með mörg börn en fátt starfsfólk sem miðast á við barnafjölda síðast árs. Við gerðum bókun á síðasta fundi þar sem við ítryggum að þetta er viðbrögðu aðstæðum eins og þeir eru í dag og allir sé á tánum að reyna að leysa úr þessum vanda og foreldrar að verði upplýstir reglulega. Ég veit að skólastjóri Tanga verður með fund fljótlega í júní og þar sem hún ætlar að árétta stöðun og hvernig allir eru að reyna að hjálpa stað við að leysa þetta og sama með starfsfólk skóla, íþrótta og tómstundasviðs. Takk. Takk, Nanni. Orðið laust undir þessu lið og svo er ekki þannig að það er lagt fram til kynningar. Við erum þá komin í 20. mál umhverfis- og framkvæmdanefnd, lögð fram til kynningar fundargerð 157. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar en fundur var haldinn 15. maí. Orðið laust. Og enginn beðið orðið svo þetta er lagt fram til kynningar. Og síðasta máli 21, velferðarnefnd lögð fram fundargerð 489. fundar velferðarnefndar sem haldið var 20. maí 2025, fundargerðin í 8 liðum. Orðið laust. Enginn hefur
beðum orðið svo þetta er lagt fram til kynningar og þá er fundið slitið. Hvernig